Komið sæl og velkomin í þáttinn okkar nágrannar á norðurslóðum. Í þættinum í dag heimsækjum við meðal annars Nes listamiðstöð á Skagaströnd og frægustu silfurbergsnámu í heimi en hún er á Helgustöðum við Reyðarfjörð. Frá Grænlandi heyrum við meðal annars í formanni grænlensku landsstjórnarinnar. Við fylgjumst með veiðum á langvíu og sel og við kynnumst tónlistarmanninum Fredrik Elsner. Nunarput avingarusimanera pissutigalugu ilaanni nalusarparput inuyaqatigiit qanoq assigiingittigisinnaaneri nunatsinni taama angittigisumi avannaani kuyataani kitaani tunumilu qanormita inooriaasqarpugut tamanna uani isiginnaagassiami paasisaqarfigisinnaavit Uaparnermik ataqarpunga uakalaallinuna eqqarsaatigaangakku peroriartorfiga narsaq kuyataali eqqarsaatigisarpakka narsailuan pisuttuaruyornerit orpikkat naassuit ivikkat tipigissut savameertorpaluttut 34 kammalaatikkal sissiikam aneertarnigut алларпассуиллу мааннаккулли нууммиппуг Nuummiippugut ringorpumi naapitassarpullu ornipparput taanna angutaavoq nuummi inungorluni liperoriartortoq taannalu nammineq nunani saqqummiutissavaa qamaneerakasimullu ineqarpoq naapitassatsin isaqqammerpugut maanil issiaqatiivaa kunuk imman ilisaritilaarsinnaavit Ja, kunummi atarappuga nuummi peroriartornikuunga 1977 panerappunga erneqarlungat illit nunat qulequtakkaarlu taayuissasuuguit suussappat qulequt ikinnaviangillut kisian uapingaartitakka pingortitaq piniarneq timersorneq religioniamma politikam annertoruissuugullutsini imangitsu siornatuuk annertunikuungat kisian ullutsinniila ikaarsaarniarnitsinni isumaqarpunga annertoruissuusu ilaatiuam akorngutaasinnaami ikaarsaanginnermut uffa ammaasinerunnartussaaluartuaamma ikaarsaarnissama immitsin tassuun unitsilaartarunerattaama kisian uinnut tastaak imma annertunuusuma maakingusinnerusuk eqqaasaqassuu kisiataak imartuoruissuupput suni soqutigisaqarpit soqutigisiniulikkaarpunga ааллаққами имма аннертооруссорм инитоо уанни тимерсорнеқ аннерусумиарсарнеқ кисин тимерсуут тамангаяасин нуаннеравик исииннаассаллуиллуам нуаннератут таассумсаниатиут массакинерсимасуунинни сулиффига соорнулимааммилақуттак самминиссаи нуаннеқасупилуссууак baggrunditser nuummiuneri oraluttuarilарсинави илаана имма аллартиффианут ааллартиссагутта тимерсорну тассани аннертооруйссуу меэраанининггаанни таа аллиарторниннут аам сули уллумиккум инитооруйссууллуни тассан арсарна ааллутту пилуссууникуа меэрааллунгали танмаркимут ааллартитаасарникууллута пианократимаанумингаанни бисуутрессимингаанни таамани таа
taassumsaniatiut ааллутакка соорл атаатаилаалуу пиниарнер ааллуттарникооqaak массакинерсимасуунин сулиффиини тунерму илақутталлу инитунерму соонилум таан аллангориартуарникуу кисантимарсуутаан сули уллумикку инитооруйссуу уллумикку арсарнага кисианни сунгуисаасууллу инга ааллуппа пингортита пингаассусаа илиннеқанниппа мерааллунгали атугарису пилуссууникуаа пингортила писуттуангиккума тимерсуутилу атунгиккукку пиниангиккума таамааттум инитооруйссууникуу илаатиуаама эққиссисимаарфим писариақартитигаангамаама эққаамумаа кисим писуттуартарникууллу таама qimmiiteqarnikuut taan atorluartarnikuua pisuttuaatluu arlaan pingortilum eqqissisimaariartularlu taassum siniatuut piniarne soonilum tassan innitunikooqa peroriartornini ilaatiut eqigisarniku galuarlu kisian ullumik inersimasungorlun paasinarpusoo angajoq annerusum ataatama piniartikusuttarnikuunneraa oquluttuarisaan tassanikkami ila kalaallit kultuuri tassanikkami soornalum pingaartupilussuussuu ingerlateqqinnissaa taamaattumi initooruissuunikooqa eqqaamavaa soorlu piniaraangatta ataatajasoorlugu uteriiffigilartaraanga unamisigisariaqassavit toqqaanarlunoqanngikkaluarlun kisian inersimasunguaan ullumikku paasinartupilussuisarpsooq eqiasukkaluartunga immaqaluunniit алламсаммисақарат русуккалуартун соортимерсэрнэрмут соо илаатиттарсиманераа уллумик инерсимасууллуни таакку эққарсарналаартупилуссууппут соорлуаннамминну каппиараатерарпунга массакаам соорналим тааккуа мисигитиккусиннэрпут паниннуллуам соорналими ukiuttamaasappisarnertut naalakkersuisut siulittaassuat ukiortaami pilluaqqusivоq асасакка иннуттаақатикка укиорнаараасиит нутаарлу аалларнерлүни калааллунатсинни иттут тамависси укиортаами пиллуаққуасси укиорнутаақ аалларнерлуассагисси нериутигаара канорторлу укиортутуунсуттун нунатсинни укиуили аюнгитсоқ пиллуарфиусорлу meeqqanut ukioritinneqartoq 2016 naammanngitsoq naalakkersuisut siulittaassuata ukiortaamiuqalugiaammini oqaatigaa ukiummi tamarmik meeqqat ukiuseriaqariluuppaat meeartagut siunissaraagut taamaammat meeqqat ukiuat nangeqqilluu suliagut ingerlateqqissuugut ismaginninnermut aqutsiveqarpik 2017-nimi pilersinneqassasoq Kim Kielsen ilaatigut oqarpoq aqutsiveqarfiup siunertarissavaa ismaginninnermi suliat pitsaanerusmik suliaraneqarnissaat suli meearpassuupput inuuniarnikkut oqimaatsorsiortut ikiorneqartariaqartullu taakku tuntariaqingilagut nayukkatsinni sanileriutsiit ilaqutariutsiit oqartussaasulluniit suliffiutaaniikkutta kalaallit nunaat nunanit allanit soqutigineqaleriartortoq siulittaasumit arajutsinneqangilaq takornariaqarnikkummi aatitassarsiornermilu siuariartorpugut tamakku ilaatiut pissutigaluut naalakkersuisuni tuluttut oqaatsit allamiut oqaasiusut siullingortinneqarnissaanik siunnersuuteqarpuut kingullertut naalagaaffeqatiginneq eqqaaneqarpoq qallunaat nunaat savalimmiulluup pilluaqquneqarlutik aammali pituffik pillugiisumaqatiginninniarnerit ingerlaneqaqqissasut Kim Kielsen neriorsuuteqarpoq taama oqaaseqarlunga nunatsinni innuttaasut tamassi ukiortaami pilluaqquassi kuutip nunarput inuilu sernigiligit
Listamiðstöðin Nes á Skagaströnd var stofnuð í mars 2008 en þar boðið upp á vinnuaðstöðu fyrir listamenn allstaðar að úr heiminum ásamt íbúðahúsnæði. Nes sem staðsett í gömlu fiskvinnsluhúsi ein af stærstu listamiðstöðum landsins og tekur nú á móti 90 til 120 listamönnum á ári. We call ourselves a multidisciplinary residency, so we can cater for all art forms, painting, video and sound art, dance, choreography. We have an external space which we call a Biopole Dance Studio because it's within the Biopole, the marine biotechnology company here. They have a space that we rent and dancers or choreographers or sound artists can be there and they can be alone there. But in this space it's mostly visual. We have installation artists, what else? Printmaking, we've had ceramic artists, crafts like knitting and embroidery. Textile artists, yeah. Yeah, we have writers as well and they work at what we call the Research Library, which is a part of the Biopole building, and that's in collaboration with the University of Akureyri as well. So they have their own private space to work quietly too. Whatever you can think of, we probably have had them. Yeah. And the application process, do the artists choose you or do you choose them? Well, it's a little bit of both. Yeah. I mean, they have to apply to us first, so obviously they're choosing us in one way. And then we have to look at their resume. Not one thing is more important than another because we also like to have a mix of a genre of practices. So we don't want to end up with all painters at the same time. You know, we find that a mix of practices is really great and for ages for networking. Once these different artists come here together, do they manage to feed off each other at all? Yes, absolutely. I think that's a reason a lot of artists come to residencies to do that, besides to work on their own projects, but also to network with other artists. And because we have, as you can see, an open plan studio, then it creates more cross-collaborative friendships and working relationships, as well as people working by themselves. So it's a strange balance that the artists have to kind of find when they're here, how to be in the space together but also concentrate on their own work. And that's quite unique. A lot of people make a plan and then once they arrive it's like, oh okay, wow, it's like this. Now I want to do this, you know, especially being here in Skagaströnd and in Iceland, the landscape and so the artists the seasonal changes. The artists need to be flexible when they come too. And so often if I get an application where an artist is really locked into one particular idea, I'm thinking, oh, I'm not sure that's going to work, then I'll sort of, you know, try and make sure that they're going to be flexible, that, you know, if things don't go quite to plan, that they've got other things that they can work on as well. So the nature here and the landscape is very influential, would you say? Definitely, and people take their own day trips or you know, weekly trips around the country or to the city as well. Also they might be connecting with other artists or businesses or companies or industries like science or anything like that. And so for them to leave the studio is a big part of their relationship to the residency too. Það Kerrin og Vicky sem nú sjá rekstur listamiðstöðarinnar komu fyrst til Íslands af ólíkum ástæðum. Kerrin sem með bakgrunn í danslistum kom hingað upphaflega sem listamaður árið 2014 og hafði þá aðstöðu í Nesi. It was spring season, so I experienced snow, which I hadn't really experienced before. And I had never been this far away from New Zealand, so it's down under to the top. I came here in 2009 for my son's wedding. He got married in Söderkrukka to an Icelandic girl who was actually born in Australia, and they both live in Australia now. But when I came, I was only here for a week and I just fell in love with the place and
probably midlife crisis, something like that. I went back to Australia to a job I was not enjoying. It was very stressful, and I just thought, I don't want to be here. I want to be back there. So I set about putting it in motion, and fortunately, I sort of feel like sometimes when you're on the right track, things just happen, and so it actually happened quite easily, and it's difficult for an Australian to stay here, but it did just all fall into place, and I just love it here. What about the people of Skagastrand? How do they welcome the artists that come here? I think they're very welcoming. Since 2008 they've probably been used to foreigners coming here and being here, you know, for a couple of months, and a lot of the artists really want to connect with different facets of the community here. So that happens a lot. And like any place, there's always people that support art, no matter how small or large the environment or city or town is. So Skagastrand definitely has local people that are always supporting theirs and support art and art practice, and come to Open Studio or Opeth Hus, which we have at the end of a month, or talk to the artists. And people who don't really have art in their life, they, you know, might connect with artists in another way, like a fishing trip, or getting the car, or having a beer at Bordigan, or going for a walk, or riding horses. So there's lots of relationships that occur on a day-to-day level, as well as, you know, working kind of collaborative level. Yeah. But why Skagastrand? What do you think is so appealing for people? Why do so many artists want to work here? I think it's the remoteness, as well, being in the north of Iceland. It's a remote town, it's a small town too. I think if you go, for some artists, if they pick a residency that's in a city, it can be very distracting. You know, there's always things to do when you can't, you're not in the mood for doing something else. You can just go off and have a coffee, or go for a walk, go shopping, whatever. Here, pretty much, there's not any of that. Kalaasit nunaata kitaani appat ukiortaamik eqqisisitaapput. Januari paallaqqaataa 2017 aallarnerfialuu timmissat pilluit nalunaarut nutaaq atuutilerpoq. Nalunaarullu nutaaq malilluu tamanna appanniarnermut kiguneqassaaq. Tassa januari paallaqqaataaniit aqutsiveqarfik upernaimmiit kuyammut kiisalu tunumi appanniarneq appanillu tuniniaaneq pisisinnaanerlu tamarmi unitsineqarput. Taamaatto aqutsiveqarfimmi qaanaami pigisaanilu februar 28 ilangullu appanniartoqarsinnaallunilu tunisuqarsinnaaroq pisisuqarsinnaallunilu naminersorlutik uqartussat piniarnermut immikkoortutraqarfiani pisortaq ammaaliiassin allappoq taamaakkaluartoq piniartut ukiortaami nuannaarutissaqarput piniartut 2016 puisip amiinik tunisaminnut immikkut katilluit 1,7 miljooni koroninik tapisinneqassasut naalakkersuisut ataatsiminnerminni aaliangiuppaat nuannaarutigaara ukiormanna kingumut piniartunut ukiortaalernaani puunussisiaqartitsinnaalenerta piniartuuneq kultuurikkut kiornussatsinnut pingaaruteqarpoq pingaartipparalu naalakkersuisut quyaniarlutik tunisisartunut nersurinnissinnaamata inuutissarsiornermut niornermullu naalakkersuisoq vitsus quyaakitsoq allappoq Greenlandimit puunusisiassat agguaneqassapput piniartullu taasiakkaat tunisartagaat naapertorluit annertussulerneqassallutik tapisiassat ukiortaap kinguinguatigut tunniuneqassapput Við erum stödd hérna á Helgustaðanámu og við erum búin að vera framkvæmdu hérna síðan 2012 og þeim var að ljúka þessum áfangas núna, var að ljúka bara fyrir viku síðan og það búið að byggja upp bílastæði og háningahús og þjónustuhús og svo stígarnir voru allir byggðir hérna upp, alveg hérna niður úr og þessi hérna hluti sem við erum að labba upp á núna, það í eigu umhverfisstofnunar eða ríkisins og friðlýst náttúruvætti síðan 1975. Silfurberg tært afbrigði af kristölluðum kalksteini sem sótt var í Helgustaðanámu allt frá miðri 17. öld en vinnsla þess náði hámarki á þeirri 19. og stóð rétt fram yfir 1920.
Breiðdalssetur hefur staðið fyrir sögusýning á Silfurbergi sem áætlað að flytja á Eskifjörð. En hvað svona merkilegt við Silfurberg? Hvernig tengast hátækni eins og þessi gemsar eins og við eigum öll og Silfurberg? Og það sem sagt þannig að Silfurberg fannst fyrst hér í Helgustaðanámu á 17. öld og alþjóðlegt nafn Iceland Spar út af því það fannst fyrst hér. Og það 1669 skrifaði danskur vísindamaður grein steinin sem kom hérðan. Við vitum reyndar ekki hvernig steinin kom hérðan til Danmörkur en hann var hérðan. Og það merkilega var sem sagt vísindamaðurinn danski Bartholínas Erasmus hét hann. Fattaði að þetta merkilegt út af tvíbrotaljósið. Sem sagt maður sér allt tvísvar sem maður horfir í gegn. Silfurberg kenndi mönnum hvað ljós og hvernig virka ljós og hvað getum við gert við ljós. Og svo seinna voru vísindamenn nota Silfurberg óbeint með því að nota tæki sem voru með Silfurberg í tækjum. Sem sagt næstum í öll tæki þangað til sem notuðu ljós. Því að læknisfræði, efnafræði, eðlisfræði, bara allt sem ljós fór í gegn og maður sá eitthvað. Það var kristall úr Helgustöðum inni. Það var eini staðurinn í heiminum sem svona kristallar fannst, sem voru nóg hágæða til að setja í tækjum. Svo það voru mjög margir vísindamenn sem notaði Silfurberg án þess kannski að vita, eins og Einstein til dæmis og margir aðrir. Þetta svæði hefur verið undir miklu álagi af ágangi ferðamanna, enda þetta ofsalega merkilegu staður og á rauðum lista hjá Umhverfisstofnun yfir þau svæði sem einhver ógn steðjar að. Og ógnin helst sú að það traðka völdum ferðamanna og svo brottnám úr námunni. Þannig að það þurfti að gera eitthvað og byggja upp innviði. Það var eitt af því sem var mjög mikilvægt. Nú hefur það verið gert að hluta til, þá þurfum við að örlítið bæta og svo þarf að vinna að samningi sem við höfum verið að undirbúa í svolítinn tíma við Umhverfisstofnun umsjón með svæðinu. Þar sem þetta rauninni hjónaband, sveitarfélagið á í rauninni ekki náttúruvætti, það ríkið. En við komum að í rauninni þegar við komum að náttúruvættinu, sem sagt bílastæðinu og áningastaðinu. Og svo það minjastofnun sem á minjarnar, mannvistarleifarnar. Þetta í rauninni bara einn frægasta náma Silfurbergsnáma í heimi og dregur að fjöldamanns, bæði Íslendinga og útlendinga. Það engin munur þar og það það sem þykir merkilegt. Og númer 2, þetta ofsalega fallegt svæði. Þegar þú stendur hérna uppi og með þetta mikla útsýni, það það sem hefur dregið fólkinga líka. En fyrst og fremst það Silfurbergið og kristallarnir og ógnin eiginlega stafar að því að það mikið brottnám. Fólk að hafa með sér heilu pókana af efni til að fara heim og reyna að finna reyna kristall. Fulla vasa, fulla bakpoka. Og versta dæmið, við fengum svæðislandvör hérna 3 sinnum í sumar, hana Bryndísi Skúladóttur. Og hún sá fólk fara með 2 fulla innkaupapoka og grét yfir þessu ástandi. Sko þessari staðreynd að verða vitni að því að þetta var svona slæmt eins og umtalað var og En gerum við okkur fulla grein fyrir hvað þetta merkilegu staður, svona almennt? Nei, ég held ekki. Ég held í alvörunni ekki. En þeir eru búin að fara í gegnum sýninguna, Helgustaðanámu sýninguna, sem núna uppi í Breiðdalsvík. Þá held ég að við föttum það, hvað þetta merkilegur staður. En svona, þetta fyrirbrigði að þetta skulle hafa fundið svona mikið magn af Silfurbergi hérna og svo tæru eins og raunbar vitni, við áttum okkur ekki á því. Þegar búið var að tæma námuna af tæru Silfurbergi var brugðið á það ráð að bora undir hana 90 metra löng göng og freista þess að komast að Silfurbergsæðinni neðanfrá. Ekki fundust tæri steinar en eftir standa ómetanlegar mannvistarleifar. En þessi göng, þetta ekki stórmerkilegt fyrir þau? Jú, þetta bara þrekvirki. Þarna var fólk að vinna 1920, bora þessi göng og byggja þau upp hérna. Hér eru minjar sem að standa enn í dag og ef við setjum þetta í samhengi að það fólk á þessum tíma, það var mikil fátækt. Það hefði jafnvel ekki almennileg klæði
bjó í Torfkofum, sumir gengu enn á Suðurskilsskóm. Þannig að, já, þetta var alveg heljarnað hlekkverki á þess tíma. Í kringum 1910 var svona hágæta silfurberg ekki lengur til hér í námunni. Það var búin að taka allt og það var ekki búin að finna annar staður í heiminum sem að gat fundist og menn voru svolítið vandræði til að framleiða tæki. Síðan 1930 getum við framleitt efni sjálf sem kann það sama á silfurberg. Svo okkur vandar ekki lengur silfurberg í dag en við höfum rosalega mikið að þakka honum. Maður segir svona að við værum kannski 50 ár í tæknilega tilbaka ef silfurberg hefði ekki fundist hér á 17. öld. Erinarsuut tusaasarput piniartut qanga silaqanoq ikkaluaraangalluunniit qajartorlutik aallartarsimaneranut tungavoq. Nuk museum puraarlu oquluttorfiitippunga taakkua pinerrarissuit sakkortoriussuarmik anersuartumi taamatut qajarlutik peuseqattaarsimas taamatut. Oqaluttuarfigitikkamilu attortissutigisimaa. Taa uannut attortinnarluni taalluorusullung taakku pillui inuit aam ajunarnikkun. Pinerrarissuaq erinniaralugulu taalliarimmagu Uli Christiansen erinarsoqatiginissaanut tulluarsaassimaa. Qangali Uli nipaanuan nuannarasoruissuakku nammin qataattoruyussuugam taa Uli taamatut qatituunera atorluu uannut tulluarsarluu suliaaniku. Erinarsuullu taanna Facebookimi maanna 3000 tungaanut takuneqarersimavoq tassa nunatsinni innuttaasuniit amerlanerit erinarsuut tusarnaarersimavaat. Facebookimali taariutas nuannaarpasippaas. Frederik Elsner ukiormanna nunatsinni nunanilumi allani tusarnaartitisaqattarnissani pilersaarutigaa. Nunarpu taamatsiammarterlu pingaartikkakku. Ingam oqaasivut kulturikkullu takusitaqarusukkama misiinikuusannikua. Yeah. Þá þættinum okkar lokið að sinni. Við kvæðum ykkur hérna úr Eyjafirði og hlökkum til að sýna ykkur næstu póstkort frá Grænlandi og Íslandi. Verið sæl.